Ísak Kristinsson, talsmaður framkvæmdahóps örugga Reykjanesbraut. Hvað voru þið að tala við þingmenn og ráðherra á þessum fundi? Við áttum virkilega góðan fund með, eins og þú sagðir, ráðherrum kjördæmisins og öllum þingmönnum og sem og þingmanni Vinstri grænna, og við vorum að fara yfir með þeim kröfur hópsins sem að, eins og áður hefur komið fram, í 2 liðum. Fyrri liðurinn eða fyrri fasins snýr að því að fara í tafarlausar umbætur á gatnamótum sem ræðir, Þjóðbraut og Reykjanesbraut og aðalgötu og Reykjanesbraut. Nú þegar eru framkvæmdir hafnar við hafnarafleggjara og svo seinni fasin sem að snýra því að fá Reykjanesbraut inn á samgönguáætlun. Og hvernig fannst þið ganga? Virkilega vel. Við kynntum okkar sjónarmið og svo fengu allir þingmennirnir og ráðherrarnir tækifæri á að leggja orðið í belg. Það er mikill vilji og velvild hjá öllum þingmönnum. Þetta er þverpólitísk samstaða er niðurstaða þessa fundar. Þau eru öll sammála um það að það er brýnt að Reykjanesbrautin frá Stekk og upp í Flugstöð verði á samgönguáætlun og lokið verði við tvöföldun. En einnig verðum við að fylgja því fast eftir að strax verði farið í tafarlausar betrumbætur á þeim gatnamótum sem að neyðin er til staðar. Við höfum ekki tíma til að bíða til ársins 2018, 2019, 2020. Við verðum að fara strax í bráðabirgðaaðgerðir og þar til að tvöföldunum verði lokið við hana. Þú hefur náttúrulega fundið og þið í hópnum fyrir miklum þrýstingi og náttúrulega mikilli umræðu þessi mál, Reykjanesbrautin, öryggismál, samgöngumál. Þau eru ofalega í hugum fólks hér á Suðurnesjum. Já, vissulega. Ég meina, við flest öll þurfum sökum vinnu eða áhugamála að fara þessi gatnamót sem ræðir, og það hefur verið óneitanlega aukin umferð síðastliðin ár, ekki bara vegna aukinar ferðamennsku. Einnig hefur sjávarútvegurinn verið að flytja sig hérna sunnar og flytja meiri hluta af sínum afurðum með flugi sem að eykur á umferð stórra flutningabíla. Helguvík, umferðin kringum Helguvík sem uppbygging sem á sér stað þar, og Reykjanesi, það er mikil uppbygging á Reykjanesi. Þannig að þetta skiptir okkur máli, við finnum fyrir því þetta er orðið, við erum að miklu oftar að taka sénsa við að koma okkur inn á Reykjanesbrautina, og það er ólíðandi að við þurfum að vera í hættu við að fara til vinnu eða annarra erindagera í sveitarfélaginu okkar. Þannig að þú ert sáttur eftir þennan góða fund? Virkilega, en auðvelt er að lofa en efna, sagði einhver, þannig að við þurfum að halda áfram að impra því. Það er kannski aðeins lengra inn í framtíðina varðandi samgönguáætlunina og koma því af stað með tvöföldunina, en við verðum að leggja okkar kraft, fókus og tíma í að fundið verður auka fjármagn til þess að klára betrumbætur og á þessum afleggjurum. Þetta er ekki stórar fjárhæðir, þetta eru 300–400 milljónir til þess að auka umferðaröryggi til muna. Þetta eru svo litlar fjárhæðir í heildarmyndinni. Ég er ekki að lítið úr fjárhæðinni, en í heildarmyndinni er þetta smáurar. Þannig að næstu skref hjá hópnum, hver eru þau? Við næst munum setjast niður og meta hvernig þessi fundur kom út. Okkur langar að hitta alla bæjarstjóra á Skaganum. Okkur langar að eiga betra og nánara samtal við Vegagerðina. Við höfum auðvitað átt einhverjum samskiptum við Vegagerðina, en okkur langar að eiga svona með formlegri hætti, og við ætlum að halda áfram að ræða við fólk. Eins og við höfum komið fram hjá þér áður til að mynda, við ætlum ekki að vera einhverjum skæruhernaði, við ætlum að eiga samtali, við ætlum að vinna þetta með fólki, og við fundum það á þessum fundi að þingmennirnir, forsætisráðherrann, ferðamálaráðherrann, formaður Samfylkingarinnar, öll í þessu kjördæmi, þau eru viljug vegna orðaðinnar og vegna þess hvernig við höfum byggt upp þessa baráttu okkar að leggja okkur að liði. Gangi ykkur vel. Takk.